garðyrkjumanna. Komið sæl, í dag voru gula viðvaranir á suðvestanverðu landinu en það var nokkuð víðáttum mikil lægð sem kom með skil til okkar. Við sjáum þau afskaplega vel hér á þessari gervitungla mynd og þetta leyti svona 1:30 í dag þá voru þau að fara yfir Reykjanesið og mest mældist vindurinn 27 metrar á sekúndu þar, bæði Langahrygg og á Reykjanesvita en mest fór vindurinn í 28 metra á Stórhöfða. En hér fyrir norðan þá byrjaði dagurinn bjartur og fallegur. Það var þó kaldast þar núna síðastliðna nótt, þar sem við 2 stiga frost á Torfum, en síðan var hlýjast þar líka á Mánárbakka, það var 16,7 stig. En ef við skoðum hér framhaldið, þá sjáum við hér þessi lægð, hún ætlar að vera þaulsetin og mun stjórna veðrinu hjá okkur núna alveg fram á sunnudag, en hún að fikra sig til austurs, snýst hægt og rólega til norðlægrar áttar hjá okkur á morgun og á föstudaginn. Á hitasviðinu þá svona kannski svipaðar tölur á morgun, kannski að hlýni aðeins vestanvert landið, en síðan þegar lægðin að snúast til almennilegrar norðlægrar áttar hjá okkur þá að kólna og það sérstaklega fyrir norðan núna á helgina. En við skoðum hér núna í kvöld og nótt að sjáum við hér þetta úrkomubelti að fikra sig hér til norðurs á Austfirðina. Það alveg hellir úr fötu þar í kvöld en síðan dregur vel úr úrkomunni og í fyrramálið þá svona skúrakennt veður eða rigning með köflum hér sunnan og austan til. Einnig á Vestfjörðum, víða annars staðar nokkuð þurrt veður. Það ekki mikill vindur þannig séð hjá okkur á morgun, það blæs hérna aðeins með suðurströndinni og einnig hér úti við Vestfirði, en annars staðar þetta svona 3 til 10 metrar á sekúndu, svona meiri hlutan. En síðan þegar líður á daginn þá sjáum við hér þegar lægðin fer til austurs að það bætir í úrkomuna hér suðaustanlands. Þetta rigning meira og minna allan daginn þar, en annars staðar þá þetta skúrakennt veður. Það mestu líkurnar á sjást til sólar hér á vestan og norðanverðu landinu, en það gæti alveg mögulega orðið öflugir skúrir. En við sjáum hér það áfram alveg nokkuð hlýtt fyrir norðan, víða sem að hitinn fer í 2 stafa tölu, en síðan ef við skoðum aðeins gasdreifinguna að þá þessi suðlæga átt núna í kvöld að feykja gasinu til norðurs og síðan að snúast í austlæga og síðan norðaustlæga, en það ekki útlit fyrir að gasdreifingin verði neitt mikil eða gas verði vart við yfirborð annars staðar en hérna á þessu svæði og þetta svona helst í nótt. En síendurtekið efni að þetta segir ekki til styrk gasefnanna, eingöngu hvar þeirra gæti orðið vart. En hér í annað kvöld þá snýst til en það frekar norðlægar áttar bætir í vindinn á Vestfjörðum og á föstudaginn þá útlit fyrir norðaustan 13 til 18 metra á sekúndu og samfellda rigning þar og kólnar einnig í veðri. En það svona hægari vindur austanvert landið, víða væta eins og sjá má. Þetta rigning hér norðan og austan til, en sunnan heiða það þetta nú að mestu leyti skúrir. Þannig að það verður nú ekki þurrt svona í neinum landshluta. Á föstudaginn sjáum hér hitatölurnar, þær á niðurleið fyrir norðan, en alveg upp í 16 stig hér sunnan til. En þegar við horfum fram á laugardag þá áframhaldandi norðlæg átt, hún nokkuð stíf hér á Vestfjörðum eins og sjá má, það ennþá kalt í veðri og rigning alveg allt norðanvert landið, en sunnanlands þá svona þetta víða nokkuð bjart og jafnvel upp í 14-15 stig hér þegar best lætur, en ekki útlit fyrir neitt svo sem mikil úrkomu þar eða nokkra jafnvel. En síðan á sunnudaginn þá sleppi lægðin loksins taki á okkur, það slaknar á vindinum einnig og við sjáum hér það svona smá strekkingur á Vestfjörðum, en svona að draga úr vindi þar, víða annars staðar frekar hægur vindur, jafnvel breytilegur, en það skúrir víða landið, en áfram svona frekar svalt fyrir norðan. En hjá okkur á morgun það að snúast til austlægrar áttar og síðan norðaustlægrar. Það rigning suðaustanlands en víða annars staðar skúrir og hitatölu svipaðar, heldur hlýrri þó vestanlands ef eitthvað. Segjum þetta gott í bili, þakka ykkur fyrir og verið sæl.